Hérna ætla aðeins að renna yfir hvernig við setjum inn tæki og innréttingar. Við erum sem sagt með módelið okkar sem við höfum verið að vinna með og við ættum að vera búin að setja upp aðaluppdrætti. Svona, til dæmis fyrir fyrstu hæðina og aðra hæðina. Hérna erum við búin að setja inn, eins og til dæmis að við skoða hérna baðherbergi. Þá erum við búin að skilgreina hérna. Hérna er salernisskál, hérna er bað og hérna er innrétting með 2 vöskum. Og sama hérna í minna baðherberginu, innrétting með 1 vaski, salerni og sturta. Vaskur hérna í þvottarhúsinu, eldhúsi hérna skilgreint og þið náttúrulega munið þetta er ísskápur, það er vaskur. Þessi lína hérna, hún sýnar þessi efri skápar og síðan er eitthvað að borplata hér og hérna er eyjan og með eldavél í. Hérna við þurfum að setja upp, já og svo náttúrulega auki eru fataskáparnir hérna inn í herbergjunum, þeir eru mjög stórir. Þið ætlið að setja upp innréttingar og tæki í samræmi við þessar teikningar. Þið ætlið sem sagt að búa til eldhús með hérna komponent og spurning hvort við setjum ekki síðan þá í structure, þá farið í plumbing and piping, plumbing and fixture hérna. Þið þannig ná í vaska og salerni og svoleiðis. Og raðið þessu upp bæði á fyrstu og annarri hæðinni. Þetta er fyrstu hlutin af verkefninu sem sagt. Einfaldasta leiðin til þess að ná í hlutina er ég fer hérna í floorplans og fyrstu hæð og skoða hérna í architecture og component hérna, place component. Ok, maður aldrei ignora þetta. Og ef það er ekki nú þegar inn í properties hérna, ég var greinilega búinn að vinna hérna eitthvað og ná í base cabinet, skápa og svona dóttir í. Ef þið eru ekki með þetta, þá þurfið að fara í load family. Hérna. Og þið ættuð að finna eitthvað sem heitir casework. Hérna. Smellið það. Og hérna ætti að vera base cabinet, skápar. Þið ráður svolítið sjálf hvernig þetta lítur út. Þið hafa smá sjálfræði það hvernig innréttingin er hönnuð nema að þið þurfa að passa það að þið fylgið þessu skipulagi sem er komið hérna. Komponent, ok, þeir eru búin að ná í skápana, þá náttúrulega einfaldlega velja það hérna og ég raða þeim bara inn eftir hentuleika. Ég sé nú ekki alveg á þeim hvernig þið snúa, og það sé að snúa rétt hjá mér ekki, ég gerum ekki alveg grein fyrir hérna á þessari. Þess vegna nota ég fer í 3D viewið, ég nota mér þannig, ég duplicate það, duplicate og segi hérna og rename það, segi bara 3D, segi bara eldhús, neðri hæð, eða fyrsta hæð, og það er pláss hérna og ég ætla að horfa hérna beint framan á þægilega og kveikja section boxinu og skera mig niður í, þannig að ég sjái bara nánast eldhúsið á fyrstu hæðinni. Og skeri mig hérna ofan á og sjáðu hérna rétt hérna fyrir neðan gluggana. Þetta duga. Ég kíkja hérna í hornið. Já, ég er að það með þetta restore. Mér finnst þægilegt að vera í þessu straight view þegar ég er að vinna með þetta section box út af því að þægilega að stýra því, það er bara mitt. Og sjáu hérna er ég komið með og ég
skerum við hérna, svona. Nú get ég haldið inni shift-takana sem er fyrir ofan control-takana á lyklaborðinu og haldið scroll-takana inni og þá get ég snúið svona handvirkt. Svo, svona. Þá verður komið skapin, ok, hann er réttir hjá mér. Vitið það ef við erum með ljóma ít á space, nei, hann snýst vegginn, ít á space takana. Svona vinn ég þetta, þið klárið að setja þetta upp, allar innréttingar í húsinu á fyrstu og annarri hæð. Öll eldhúsin, baðherbergin og fataskápana. Eldhúsi á annarri hæð, það eru 2 baðherbergi hérna, það eru 3 herbergi með fataskápum og það er þvottarhús með einu meðfaldi vaski og þvottavél hérna reyndar. Þetta er sem sagt fyrsti hlutinn. Þið raðið sem sagt upp tæki og innréttingar.